Fyrst það meint markaðsmisnotkun í gamla Landsbankanum. Jóhannes K. Kristjánsson og Sigurður Jakobsson taka nú við. Tugir þúsunda Íslendinga skráðu sig fyrir hlutabréfum í Landsbanka Íslands þegar hann var einkavæddur í desember 1999. Tæpum 3 árum síðar keyptu Björgólfsfeðgar og Magnús Þorsteinsson tæplega 46% hlut í bankanum á 12,3 milljarða króna. Grunur liggur fyrir að meint markaðsmisnotkun Landsbankans hafi byrjað fljótlega eftir að Samson-hópurinn keypti bankann. Í kæru fjármálaeftirlitsins til embættis sérstaks saksóknara kemur skýrt fram að eigin viðskipti Landsbankans hafi með skipulögðum hætti keypt bréf í sjálfum sér í gegnum viðskiptakerfi Kauphallarinnar yfir margra ára tímabil en ekki einungis í aðdraganda bankahrunsins. Það dálítið erfitt að átta sig á því hvers vegna menn gerði þetta og sérstaklega hvers vegna þeir gengu svona langt. En menn voru augljóslega í mikilli vörn og töldu einhvern veginn að þetta væri réttlætanlegt og líklega hefur líka skipt mjög miklu máli að æðstu stjórnendur bankana áttu persónulega mjög mikið undir vegna hlutabréfaeignar og kaupréttarsamninga sem þeir áttu. Sumir þeirra voru orðnir milljarðamæringar á pappír og óttuðust líklega að það myndi allt hverfa sem það reyndar gerði. Af kæru fjármálaeftirlitsins má því ráða að sama vélin hafi farið í gang innan Landsbankans og gekk í kaupþingi og sýnd var í Kastljósi í gærkvöldi. Eigin viðskipti Landsbankans keyptu hlutabréf í sjálfum sér í pöruðum viðskiptum í gegnum Kauphöll Íslands. Hlutabréfin söfnuðust upp að lögbundnum 5% mörkum veltubókar bankans og miðlun Landsbankans sá að selja hlutabréfin til sérvaldra viðskiptavina. Þeir fengu oft lán fyrir kaupunum og einu veðin voru í bréfunum sjálfum. Þannig að þessi grunnvél Landsbankans, hún að skila sínu? 27.000 hluthafar áttu hlut í Landsbankanum þegar hann féll og var tekin yfir af fjármálaeftirlitinu í október 2008. Ætla má að margir almennra hluthafa hafi keypt hlutabréfin í bankanum í gegnum Kauphöllina. Margir eflaust vegna stöðu bankana og þróunar hlutabréfaverðs og aðrir vegna orða æðstu stjórnenda sem sögðu stöðu bankans góða. Þróun á gengi hlutabréfa fyrirtækja skiptir miklu máli fyrir fjárfesta og ekki síður almenning til að meta rekstur fyrirtækjana. Samkvæmt kæru fjármálaeftirlitsins unnu nokkrar deildir innan Landsbankans saman að hinni meintu markaðsmisnotkun og að þær hafi verið meðvitaðar háttsemana sem viðgekkst innan bankans. Það mat fjármálaeftirlitsins að án þessara deilda hafi Landsbankinn ekki getað falið stóra og vaxandi eign bankans í eigin bréfum. Meðal þessara deilda eru regluvarsla, lögfræðisvið, fyrirtækjasvið og áhættustýring bankans, segir í kærunni. Hlutverk eigin viðskipta var að kaupa og selja hlutabréf í bankanum sjálfum og öðrum fyrirtækjum með það að markmiði að bankinn hagnaðist. Frá maí og fram að falli Landsbankans námu nettókaup eigin viðskipta bankans á bilinu 40–80% af öllum pöruðum viðskiptum með bréf í Kauphöllinni í hverjum mánuði. Fjármálaeftirlitið telur að hinn umfangsmiklu kaup eigin viðskipta Landsbankans á hlutabréfum útgefnum af bankanum hafi leitt til þess að röng mynd var gefin af eftirspurn, veltu og verði hlutabréfana. Þá telur fjármálaeftirlitið að þessi umfangsmiklu kaup eigin viðskipta hafi verið vel skipulögð og kerfisbundin og haft hann tilgang í fyrstu að hækka gengi hlutabréfana, síðan styðja við það og að lokum að tefja fyrir falli þess, segir í kæru eftirlitsins vegna Landsbankans. Það kannski erfitt að raða glæpum eftir alvarleika en markaðsmisnotkun augljóslega með þeim alvarlegri og vegna þess hversu fjárhæðirnar geta verið háar þá geta afleiðingarnar líka verið verri en að flestum öðrum glæpum því að svona fjárdráttur eða aðrir hversdagslegri hvítflipagræpir þeir snúast yfirleitt miklu lægri fjárhæðir. Hlutverk miðlunarinnar var að selja hlutabréf annarkvort í bankanum sjálfum eða öðrum fyrirtækjum til viðskiptavina bankans. Þessi deild sá að koma því gífurlega magni af hlutabréfum eigin viðskipta Landsbankans í bankanum sjálfum til sérvaldra viðskiptavina með tilkynntum viðskiptum utan kauphallar. Sala hlutabréfana með þessum hætti hafði því mjög takmörkuð áhrif á verð þeirra. Þessi hinn meintu brot felst í því að deildir eigin viðskipta bankana keyptu afar mikið af bréfum í pöruðum viðskiptum. Safnast upp eignarhlutur þeirra þar til að þeir eru neyðast til þess að
losa hennan eignarhlut. Það gera þær í raun og veru með þessum svokallu tilkynntu viðskiptum. Þá þeir komin upp í eitthvað hámark og þurfa að fara að losa eignina, það hringja í einhverja fjárfæst út í bæ, reyna að finna einhverja vænlega kaupendur og vandamál sem kom þá upp væntanlega er að auður þeirra sem áttu hlutabréfum á markaði og þeir sem voru vænlega kaupendur byggði oft á skuldsendingu. Þannig að þegar vísitölurnar fóru að lækka þá áttu þeir ekki fjármagn til þess að kaupa og til þess að styðja við þetta verð. Að þá hafa þeir þurft að grípa til þess ráðs að veita lán. Þannig að þeir kaupa bréfin sem sagt í þessum pöruviðskiptum og koma þar með í veg fyrir að verðið falli eins hratt og það hefði ella gert og síðan selja bréfin eins og við getum sagt gegnum bakdyrnar og veita það með lán sem í einhvern tilfellum voru hægt að segja að þau ekki samrýmst eðlilegum viðskipta sjónarmiðum. Líkt og hjá Kaupþingi var miklu magni af hlutabréfum komið út til félaga sem fengu lán fyrir þeim hjá bankanum sjálfum með litlum og jafnvel engum veðum öðrum en í hlutabréfunum. Stærsti kaupandi hlutabréfa Landsbankans á árunum 2004 til 2008 var Landsbankinn í Luxemborg sem seldi bréfin oftast áfram til annara félaga. Hér listi yfir stærstu kaupendur hlutabréfi í Landsbankanum 2007 og 2008. Gerður hefur hringur utan þau félög sem nú eru til rannsóknar hjá sérstökum saksóknara. Æðstu stjórnendur Landsbankans eru grunaðir að hafa komið að ákvarðanatökum vegna lánveitinga til félagana. Það voru einnig til rannsóknar aflandsfélög sem Landsbankinn stofnaði til að halda utan kaupréttaráætlun bankans. Grunur leikur á að félögin hafi keypt hlutabréf í bankanum yfir margra ára tímabil og með því stutt við gengi bréfana. Þessi aflandsfélög áttu samtals tæp 15% í Landsbankanum í lok árs 2007. Langstærstu kaup Landsbankans í sjálfum sér eru þó síðasta árið fyrir fall bankans. Sem dæmi námu nettó kaup eigin viðskipta á hlutum í bankanum með sjálfvirkri pörun 60 milljörðum króna frá 1. nóvember 2007 til 3. október 2008. Einnig má nefna að gengistap eigin viðskipta af viðskiptum með hlutabréf útgefnum af bankanum á sama tímabili nam rúmlega 6,76 milljörðum króna. Við það bætist tap bankans vegna útlána til hlutabréfakaupa í bankanum sjálfum sem nemur milljörðum, segir í kæru fjármálaeftirlitsins. Já, í þeim gögnum sem ég hef séð þá er þetta mjög skipulega gert þannig að þetta fellur undir skipulegan glæp að mínu viti. Í Landsbankanum var starfandi fjármálanefnd sem í sátu æðstu stjórnendur Landsbankans auk lykil starfsmanna af ýmsum sviðum. Fjármálanefndin var ein æðsta eining bankans sem hafði meðal annars það hlutverk að fylgjast með áhættu þáttum í rekstrinum. Í fundargerðum nefndarinnar kemur fram að æðstu stjórnendum bankans hafi verið fullkunnugt stöðu hans í eigin bréfum, auk fjölmargra annara starfsmanna sem sátu fundina. Fjölda fundargerða fjármálanefndar vantar eða voru ekki undirritaðar. Í heildina 60 fundargerðir af 200 fundum nefndarinnar sem haldnir voru frá júní 2003 til falls bankans. Fjármálaeftirliti virðist einnig hafa verið blekkt samkvæmt þeim gögnum sem Kastljós hefur séð. Að minnstakosti tvisvar gaf Landsbankinn upp ranga stöðu í eigin bréfum í skýrslu til fjármálaeftirlitsins á árunum 2006 til 2008. Einnig voru gefin fyrirmæli innan bankans að veita innri endurskoðanda rangar upplýsingar og auk þess var hann leyndur upplýsingum. Fyrirmælin voru skýr, að láta innri endurskoðanda ekki fá heildaryfirlit stöðu bankans í eigin hlutabréfum. Einhvern tíma á árinu 2006 spunnust umræður meðal starfsfólks bankans í tölvupóstum þar sem það hugleiddi leiðir til að lækka hlutfall bankans í eigin bréfum þar sem það væri of hátt. Meðal þess sem starfsfólki velti fyrir sér var að láta fjármálaeftirliti vita af stöðunni í bankanum, en það var þó aldrei gert. Af þeim gögnum sem Kastljós hefur séð ljóst að æðstu stjórnendur bankans og lykil starfsmenn í þeim deildum sem komu að meintri markaðsmisnotkun vissu hvað verið væri að gera. Tölvupóstar voru sendir milli þessara aðila, meðal annars með yfirskriftinni staða bankans í eigin bréfum og yfirlit yfir eign bankans í sjálfum sér. Einnig var sendur póstur á helstu stjórnendur Landsbankans árið 2006
þar sem að farið var yfir óþægilegustu mál bankans og mögulega leiðir til að leysa þau. Tölvupósturinn bar yfirskriftina minnislisti Uglies. Fjármálaeftirlitið kærði 18 fyrrverandi starfsmenn Landsbankans vegna meintrar markaðsmisnotkunar til embætti sérstaks saksóknar fyrir 2 árum. 10 þeirra hafa stöðu sakbornings í dag. Þessir 10 fyrrverandi starfsmenn eru Halldór J. Kristjánsson bankastjóri, Sigurjón Þ. Arnarsson bankastjóri, Sigríður Elín Sigfúsdóttir framkvæmdastjóri fyrirtækjasviðs, Arnar Arnarsson miðlari verðbréfamiðlunar, Ívar Guðjónsson forstöðumaður eigin fjárfestinga, Júlíus Heiðarsson miðlari, Sindri Sveinsson miðlari, Steinþór Gunnarsson forstöðumaður verðbréfamiðlunar, Yngvi Örn Kristinsson framkvæmdastjóri verðbréfasviðs og Þórir Örn Ingólfsson forstöðumaður áhættustýringar. Hinir 8 eru í dag með stöðu vitnis eða hafa ekki verið kallaðir fyrir. Nánast allir fyrrum starfsmenn Landsbankans sem eru kærðir af fjármálaeftirlitinu höfðu hagsmuni af því að hafa áhrif á hlutabréfaverð bankans með hlutabréfaeign sinni ásamt nýttum eða ónýttum kaupréttarsamningum. Nokkrir af þeim lykilstarfsmönnum sem kærðir eru vegna meintrar markaðsmisnotkunar högnuðust mikið þegar þeir nýttu kauprétti sína. Kaupréttarsamningarnir voru gerðir þann 3. mars 2007 en þá var skráð gengi í hlutabréfum Landsbankans 32 krónur á hlut. Þessi lykilstarfsmenn fengu hlutinn hins vegar á rétt rúmar 3 krónur. Hér sést hagnaður hvers og eins. Ívar Guðjónsson tæpar 130 milljónir, Steinþór Gunnarsson tæpar 130 milljónir, Yngvi Örn Kristinsson tæpar 260 milljónir, en auk þess hagnaður þessara lykilstarfsmanna tilgreindur í kæru fjármálaeftirlitsins. Árni Maríasson tæpar 127 milljónir, Ársæll Hafsteinsson rúmar 173 milljónir og Marino F. Sigurjónsson tæpar 130 milljónir. Ég fjalla þessu ofurlaun í heilum kafla í minni bók og algjörlega sammála William K. Black sem mesti skelfir bankamann í Bandaríkjunum á síðar árum. Hann setti 600 bankamenn í fangelsi í ákveðnu hneykslismáli þar fyrir mörgum árum síðan. Kom hér og hélt fyrirlestra. Ég alveg sammála honum það að þessi laun, þegar þau eru komin eins og íslensk laun eru komin upp í 10 til kannski 50 milljónir á mánuði, eins og kemur fram í rannsóknarskýrslunni, að þá teljast það mútur. Daginn sem Landsbankinn féll ávarpaði Sigurjón bankastjóri starfsmenn bankans í gegnum fjarfundarbúnað. Þetta voru kveðjuorð hans. Having said that, it has been a pleasure to work with all of you, but that's just how things ended. Meint markaðsmisnotkun Landsbankans hefur verið til rannsóknar hjá sérstökum saksóknara og samkvæmt upplýsingum frá embættinu óvíst hvenær niðurstöðu að vænta. Rannsóknin sé þó langt komin og að henni lokinni verði tekin afstæða til þess hvort ákært verði í málinu eða ekki. Og Kastljós áréttar að þótt mennirnir sem nefndir voru hér að framan hafi verið kærðir af fjármálaeftirlitinu, stendur rannsókn málsins enn yfir. Enginn hefur því verið ákærður og enn ekki ljóst hvort og þá hvenar ákærur líta dagsins ljós. Kastljós reyndi í dag að ná tali af þeim sem grunaðir þátttöku í hinum meintu brotum. Þeir sem náðist í vildu ekkert tjá sig að sinni en aðrir svöruðu ekki skilaboðum þáttarins. Við ætlum að halda áfram umfjöllun okkar meinta markaðsmisnotkun föllnu bankana í þættunum á morgun. En núna gerum við stutt hlé og komum